Þeir ganga upp aflíðandi krossdalinn sem þakinn grámosa innan oddhvastgrjótið. Það töluvert lyng þarna en engin annar gróður. Þarna því mjög eyðilegt. Brátt blasir tignarlegt naphornið við efst í dalnum, í hlíðunum standa risavaxnir grjóthnullungar sem hafa rúllað niður úr bröttu Naphornsberginu. Ferðinni miðar hægt því oft setjast þeir niður til að fá sér sætukoppa og grænjaxla. Sveinn sérstaklega svangur og reynir að svala versta hungrunu en grænjaxlar seðja ekki sárt hungur ungsmanns. Víða eru sætar vatnsuppsprettur sem svala þó þorsta hans. Þeir fylgja stígnum og brátt koma þeir að mýrarlæk þar sem ofan í liggur dauður hestur. Hrafnarnir krunka í kór. Steinarnir í kring eru rauðbrúnir af mýralitnum. Þetta rauðmeri og enn sést í skorpna spenana. Fiskiflugan búin að verpa í úldi kjötið og sveimar suðandi í kring. Búið að éta allt innan úr hrossinu. Kynfiskasogið andlitið líkist horaðri mannveru. Augun eru úrétin. Húðin stinn og strekt svo einn fóturinn stendur stífur beint út í loftið. Á mörgum stöðum sést í ber beinin. Ódaun leggur af hræinu. Sveinn hleypur niður að skrokknum. Nei, þú borðar þetta ekki, segir Mansi. Ég vil bara skoða hvort það sé til heillegur biti, segir Sveinn og bægir flugunum frá. Æ, segir Gunnar og grípur fyrir vitin og hann kúast. Láttu þetta vera, segir Mansi og gengur burt með Gunnari. Sveinn veður ofan í lækinn. Hungrið togar í hann. Hann flettir skinninu ofan að slepjulegu kjötinu sem laust frá beininu. Hann sér heillegan vöðva á læri hestsins sem hann getur auðveldlega slitið frá. Eftir smá umhugsun stenst hann ekki mátið og leggur sér kjötið til munns. Það mjúkt undir tönn en klíugjarnt.